Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Himneski Guð, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpað okkur að syrgja ekki eins og þau sem ekki hafa von. Hjálpað okkur að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri vonum upprisu og eilíft líf. Minnt okkur á að þú telur dagan okkar, svo að við öðlumst viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessaðu þessa stund í helgidómi þínum og láttu okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Í Sýraksbók stendur skrifað: Sín biðlund bástöddun manni, lát þér eitt veljast að liðsinna honum, hjálpa fátækum vegna boðorðsins, send hann eigi tómhentan frá þér og þurfandi. Mér ör á fé við bróður og vin, lát það ei tærast upp undir steini. Nota þú efni þín samkvæmt boðorðum hins hæsta. Það mun gagnast þér meir en gull. Safnar þú góðverkum í forðabúr þín. Það mun bjarga þér frá öllu illu. Amen. Og heyrum einnig þessi orð Páls í Filippíbréfinu.
Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn er í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt. Heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi mun varveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu, systkin. Allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfestið það. Þið skulu gera þetta sem þið hafi bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, og Guð friðarins mun vera með ykkur. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu Drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, fyrirgefur Guð þær.
Ef þið synjið einhverjum fyrirgefningar, synjar Guð þeim. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér samankomin til að fylgja til moldar Ragnheiði Ingibjörgu Guðbjörnsdóttur. Ragnheiður var lífsglöð kona með góðan húmor. Það var hennar orðtak og mottó að segja: það er að gera að taka lífinu létt meðan hausinn snýr rétt. Lífsgleðin Guðs gjöf. Enda kristinn boðskapur nefndur fagnaðarerindið Jesú Krist. Það sérstakt fagnaðarerindi að vita það að baki veröldinni sé ekki blind hending, tilviljun, heldur algóður og kærleiksríkur Guð sem vakir yfir sköpun sinni. Guð vill að við göngum á vegi kærleikans og til þess blæs hann okkur í brjóst heilögum anda. Og Kristur hafði sagt þetta, þá andaði hann á þá og sagði: meðtakið heilagan anda. Það líka fögnuður og léttir að vita það að Guð sé eins og kærleiksríkur faðir eða móðir sem fyrirgefur okkur og verndar. Og þess vegna skrifar Páll postuli: verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð, ljúflynd ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin í nánd. Það líka kostur að vera lífsglaður. Lífsgleðin eykur manni kraft. Hún gerir allt erfiði og strit auðveldara. Þegar fólk kom heim til Ragnheiðar, þá tók hún á móti þeim með hlaðborði af veitingum, líkt og við sjáum á einni ljósmyndinni í grafljóðunum. Lífsglatt fólk duglegt og það vill gjarnan veita öðrum að gæðum sínum. Og gestristni ein leiðin til að miðla kærleika og lífsgleði til annarra. Þegar við lítum yfir ævi Ragnheiðar Ingibjargar Guðbjörnsdóttur, þá eitt orð ofarlega í hug okkar og það þakklætið. Þakklætið fyrir að hafa gengið með henni langan æviveg. Þegar hún kveður, þá skilur hún eftir sig fjöld minninga. Verkin lofa hér væna konu. Saga okkar hefst í stóru og reisulegu húsi, Ásbyrgi, sem stendur á horni Brunngötu og Skipagötu. Þar í svefnherbergi á miðhæðinni fæddist lítil stúlka þann 11. nóvember árið 1937. Stúlkan var vatni ausin og gefið nafnið Ragnheiður Ingibjörg. Var hún skírð í höfuðið og ömmu sinni Ragnheiði í Kjós í Jökulfjörðum. Ragnheiður Ingibjörg var yngst af 5 systkinum. Elst var Margrét Elísabet, svo kom Ásgeir Guðbjartur, þá Guðbjartur Kristján og svo Hörður. Ragnheiður síðust þeirra systkina til að fara yfir móðuna miklu sem skilur veröld okkar frá himnaríki. Foreldrar þeirra systkina voru þau Jónína Þóra Guðbjartsdóttir og Guðbjartur Marías Ásgeirsson. Það var allt mikið dugnaðarfólk, ósér lífið og því féll sjaldan verk úr hendi, enda þótti iðjuleysi vera synd á Íslandi á fyrrihluta 20. aldar. Fjölskyldan var samhent og á sunnudögum þegar bræðurnir voru í landi, þá kom fjölskyldan saman í Ásbyrgi og þau spiluðu vist og svo var kaffihlaðborð. Ragnheiður, sem var reyndar iðulega kölluð gælunafninu Haddi, aldist upp við svona heimilisbrag og síðar þegar hún var komin með eigið heimili og fjölskyldu, þá voru iðulega góðgerðir á borðum
og enginn fór svangur að hennar fundi. Og Ragnheiður hefði orðið 88 ára núna í vetrarbyrjun í komandi nóvembermánuði. 88 ár eru langur tími og veröldin sem þá var allt annar heimur en sá sem við þekkjum í dag. Haddi litla var send í sveit norður í Jökulfirði til ömmu sinnar og seinni manns hennar Tómasar hreppstjóra í Kjós. Fyrir litla telpu var það ævintýri að sitja fyrir aftan Tómas á hestinum þegar riðið var yfir leirurnar, skriðjökullinn á vinstri hönd á leiðinni til Grunnavíkur. Og einu samskiptin við Ísafjörð voru þau að senda bréf eða póstkort með póstbátinum sem sigldi þarna reglulega um. Já, svo margt hefur breyst á 80 árum. Ragnheiður gekk í skóla hér á Ísafirði. Hún eignaðist margar vinkonur eins og til dæmis hana Jenny Breiðfjörð, en þær voru perluvinir alla tíð. Æskan leið hratt við leik og störf. 18 ára aldur var vöknuð svolítil ævintýraþrá í brjósti Haddíjar og 2 vinkvenna hennar. Þær ákveða að fara suður til Reykjavíkur og vinna þar á geðsjúkrahúsinu Kleppi. Seinna vann Haddi svo í vinnufatagerðinni og eins var hún í vist við að gæta barna. Og hún fór á sjálfsögðu til Siglufjarðar að salta síld sem bræður hennar veiddu, en þeir voru aflamenn miklir. Það skrítið hvernig örlögin ráða stundum á einu andartaki. Haddi var hér á Ísafirði og skrapp í Sjallan sem var ballstaður. Vinkona hennar var að vinna í fatahengjunu og hún ætlaði að heilsa upp á hana. Dyravörðurinn var utanbæjarmaður sem hún hafði aldrei séð fyrr. En það fór svo eftir ballið að hún og dyravörðurinn gengu saman út í vornóttina og tóku saman tal. Þetta var upphafið á ævilöngum kynnum og ást. Og maðurinn sem hún hitti þarna hét Jóhann Jason Kárason frá Víðidalsá í Steingrímsfirði. Stuttu seinna, eða þann 12. maí 1963, settu þau upp hringana og trúlofuðu sig og aðfangadag sama ár giftu þau sig heima hjá prestinum, honum séra Sigurði Kristjánsinni í Pólgötu 10. Á eftir var kaffi í Ásbyrgi, þar sem þau bjuggu þá. Foreldrar Ragnheiðar og systkini samglöddust ungu hjónunum og óskuðu þeim heilla. Næsta skref var að koma sér upp framtíðarheimili. Þau Haddi og Jói keyptu sér lóð og hálfan húsgrunn á Engjavegi 8. Svo tók við mikil vinna. Mokan er á fast svo hægt var að steypa grunn undir Suðurálmuhúsin, slá upp fyrir veggjum og smíða þakið. Og mikil var gleðin þegar fjölskyldan flutti inn í nýtt hús vorið 1967 sem var upp frá þessu fasti punkturinn í tilveru fjölskyldu Haddíjar og Jóa Kára. Að fara á 8 var að fara í heim í kaffi til Haddíjar. Þau Haddi og Jói eiga 5 börn. Elstur er Gunnar Árnason, hann er kvæntur Kristjánu Helgu Jónasdóttur, þau eiga 3 börn, það eru þau Sandra, Bergmann, Katrín og Daniel Ingi. Þá kemur Jón Guðbjartur, hann er kvæntur Ingibjörgu Heiðarsdóttur, sonur þeirra er Heiðar Birnir. Kári Þór er í miðið, hann er kvæntur Jennifer Grace Smith, þau eiga soninn Jóhann William. Þá kemur Helga Björk, hún er gift Júlíusi Ólafssyni og börn þeirra eru Jóhann Davíð, Sandra Rún, Helena, Lilja og Viktor. Sigríður Ragna er yngst, hún á synina Jóhann Örn og Dag Atla. Haddi elskaði barnabörnin sín
Og ekki minnkaði heldur gleðin þegar langömmu börnin kom í heiminn. Þau sem stóðu henni næst furðuðu sig oft á því hvað hún var minnug á alla afmælisdaga og alltaf var hún með hugann við að gefa ungviðinu, þessum sólargeislum tilverunar, eitthvað fallegt í afmælis eða jólagjöf. Og stundum prjónaði hún á börnin eða saumaði, enda var hún mikil hannyrðakona og bar heimili hennar þess vott. Áhugi hennar á prjónaskap var svo mikill að stundum þegar hún horfði á einhverja sjónvarpsþætti eða kvikmyndir í sjónvarpinu eða bara fréttirnar eða veðurfréttir, þá datt oft upp úr henni: þetta er falleg peysa. Hvernig skyldi uppskriftin að henni vera? Þegar fjölskyldan kom svo saman þá var Haddý hrókur alls fagnaðar. Hún naut þess að vera í samvistun við fólkið sitt. Lífsgleðin er ein af Guðs góðu gjöfum. Eins og áður sagði þá var mikill gestagangur á Engjaveginum. Haddý var höfðingi heim að sækja, nágrannakonum sínum tók hún fagnandi og í hennar minningu bjóða aðstandendur til erfidrykkju í Guðmundarbúð að athöfn lokinni. Já, áttan á Engjaveginum var eins og nafli alheimsins. Þar voru sagðar endalausar sögur við eldhúsborðið, enda er maður manns gaman. Svo töluðu þær æsku vinkonurnar saman í síma, hún og Jenny Breiðfjörð, og gátu það verið löng símtöl. Haddý var mjög félagslynd. Hún tók þátt í vatnsleikfimi í mörg ár ásamt fleiri konum og af því að hennar bíll var fjórhjóladrifinn þá bauðst Haddý iðulega til að sækja konurnar og skutla þeim heim þegar það var snjóbylur eða þæfingsferð. Nú Haddý starfaði í mörg ár með kvennadeild Slysavarnafélagsins á Ísafirði. Línan, hlutavelta með hannyrðir og handverk fyrir jólin hefur verið ein af föstum tekjulindum félagsins. Slysavarnadeildin Iðunn og Ísafirði vottar ástvinum Ragnheiðar sínar innilegustu samúð leið og þau þakka Haddý fyrir óeigingjarnt starf í þágu deildarinnar. En þrátt fyrir hressleika og lífsgleði þá var Haddý samt ekki kona sem traðnaði sér fram. Hún var hógvær og að hjarta lítillátt, en hún var samt ótrúlega dugleg og hörð af sér. Í gamla daga þegar börnin hennar voru enn lítil heima, þá vakti hún stundum nætur og aðventunni til að undirbúa jólin, sauma kjóla, þvo og baka smákökur. Já, það er eins og kærleikur og umhyggja fyrir fjölskyldunni gefi ungum foreldrum sérstakan kraft og andan. Fyrir eiginmaður hennar, Jóhann Kárason, veiktist, þá sá Haddý að hjúkra honum heima og aðstoða hann við að halda heilsunni. Hún hafði til að bera þennan fórnandi kærleika. Og það var fátt sem hún Haddý hefði ekki verið tilbúin að gera fyrir sína nánustu. Reyndar var hún nú svo hjartahlý að hún gat aldrei sagt nei við nokkurt krakka sem bankaði upp á hjá henni til að selja eitthvað til styrktar góðum málstað. Og raunar mætti alveg hrósa fleiri Ísfirðingum fyrir slíkan stuðning, en með samstilltu átaki þá höfum við eignast gott íþrótta- og keppnisfólk og landskunna tónlistarmenn. Það þarf heilt þorp til að halda upp í góðu mannlífi. Ragnheiður Ingibjörg missti ástkæran eiginmann sinn, Jóhann Kárason, í nóvember 2019. Það er erfitt og sárt að missa makann, þá er eins og helmingurinn að lífi manns sé frá manni tekin. Ári síðar seldi Ragnheiður húsið á Engjaveginum og flutti íbúð á Hlíf, Torfnesi. Þar átti hún góða daga síðustu árin og áfram var gestkvæmt hjá henni. Ég flyt hér kveðjur frá þeim sem ekki komust til að vera hér í dag.
Kristný Marin og fjölskylda á Akureyri biðja fyrir innilega samúðarkveðju. Þá er kveðja frá Guðbjörgu Gísladóttur og Stefáni. Þau minnast Ragnheiðar með þakklæti fyrir umhyggju hennar. Það var snemma í vor á þessu ári sem Haddi veiktist og var lögð inn á sjúkrahúsið. Þetta voru alvarleg veikindi sem gátu ekki farið nema á einn veg. Súsanna læknir ræddi við Haddi stöðuna og það var haldinn fjölskyldufundur eins og oft er gert við svona aðstæður. Og þá á miðjum fundinum, þá segir Haddi allt í einu: ég er ekki að fara neitt, ég er ekki að fara að hrökkva upp af. Því þrátt fyrir veikindi sín, þá var Haddi alltaf klár í kollinum og hún hélt sínum húmor og andlega styrk. Og það er svo mikilvægt í erfiðum veikindum. Núna í júlí færði Haddi sig yfir á Eyri. Jenny og fleiri vinkonur heimsóttu hana, börn hennar og ættingjar vituðu hennar. Nú í haust dró af henni jafnt og þétt. Ragnheiður Ingibjörg Guðbjartsdóttir fékk hægt og fallegt andlát þann 7. september síðastliðinn í faðmi ástvina sinna. Ástvinir Haddíar færa heilbrigðisstarfsfólki innilegt þakklæti fyrir umönnun þeirra og stuðning. Í lok þessarar athafnar verður kista Ragnheiðar borin úr kirkju og sett inn í líkvagnin. Síðan verður ekið upp Bæjarbrekkuna og inn Engjaveginn og þar verður stansað eitt augnablik við húsið númer 8 sem svo margar minningar eru tengdar við. Áður en haldið verður inn á Réttarholt en þar við hlið eiginmannsins sem hún elskaði alla tíð fær Ragnheiður Guðbjartsdóttir sitt hinsta leg í faðmi fjalla blárra. Lærisveinar Jesú, þeir sáu hvar hann var lagður til hinstu hvílu á föstudeginum langa. Í þeirra huga var það endir alls. En svo kom upprisan. Jesús reis upp frá dauðum, hann birtist lærisveinunum og sagði við þá: friður sé með yður. Við munum ekki heyra þessa kveðju í dag, en Ragnheiður mun heyra hana. Kristur mun bjóða hana velkomin í eilíft ríki sitt og fagna henni með þessum orðum: friður sé með yður. Já, við finnum til sorgar, söknuðar. Það er sárt að kveðja vini sína, því þá kemur söknuður, eftirsjá og tómarúm. En við eigum góðar minningar og fyrir það getum við verið þakklát og við eigum von trúarinnar, vonin upprisu og eilíft líf sem er von endurfundi, von fögnuð og samveru. Og það er þeirri von sem við kveðjum hér í dag og segjum: dýr sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálparæði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líðþínum. Við skulum biðja. Kæri Guð, við þökkum þér fyrir ævina hennar Ragnheiðar Guðbjartsdóttur. Blessaðu og helgaðu minningar okkar allra hana. Megi þær verða ljós á vegi okkar alla framtíð. Við felum þér nánustu ástvini hennar og biðjum þig að senda engla himinsins til að þerra tárin af vöngum þeirra og hugga þau. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Ragnheiður Ingibjörg Guðbjartsdóttir, af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa.
Veit henni drottin þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottin vorn Jesú Krist.